Við erum stödd í Marel. Marel býr til tæki til matvælaframleiðslu, allskyns matvælaframleiðslu. Það er að segja aðallega í fiski, kjúklingi og rauðu kjöti. Þetta er Halldór Þorkelsson. Ég vinn í fiskiðnaðarsetri og er vöruþróunarhönnuður. Skemmtilegast við það er raun og veru að ég fæ að nota ímyndunaraflið mitt í að gera það sem ég næstum því vill. Þær hugmyndir sem ég fæ yfirleitt að vinna með það lengra og raun og veru snýst bara hugmyndavinnu. Koma með einhverja nýjungar á markaðinn. Marel er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á háþróuðum búnaði og kerfum til vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi. Hér er til dæmis sérstakur leysir að störfum. Eins og þið sjáið, þá er leysirinn farinn á stað. Hann er núna að skera sig í gegnum plötuna og það er alltaf að verða vitlaust. Þetta er rosalegt. Ef þið sjáið hér á myndinni, þá geta komið 150 mismunandi litlir hlutar úr einni svona plötu. Þetta er nýtt alveg gríðarlega vel. Hvað tekur þetta langan tíma kannski fyrir eina svona plötu að verða til? Það tekur cirka 41 mínútu að skera svona plötu. 41 mínútu, eins og þið sjáið, leysirinn er á fullu. Sjáum það bara. Og þegar leysirinn hefur lokið störfum stendur eftir afar götótt en vel nýtt plata. En hér eru fleiri merkileg tæki. Þetta er Sensor X, þetta er uppáhaldsvélin þín hér. Já, svona næstu. Þetta er röntgenvél og það sem hún gerir er að hún gegnumlýsir kjúkling og leitar að beinum. Og ef hún finnur bein í kjúkling, þá sendur hún það hérna niður við endan, aftur tilbaka og til raun og veru manneskju sem fær síðan mynd af þessu stykki og síðan þá sem sér beinið nákvæmlega hvar það er. Marel býður upp á mikið úrval háþróaðra tækja og hugbúnaðar. Þar á meðal vogir, flokkara, skurðarvélar, sægir, eftirlitsbúnað, beintímsluvélar, frista, pökkunar og merkingavélar, svo eitthvað sé nefnt. Marel er alþjóðlegt fyrirtæki, sprottið úr íslensku hugviti og hjá því starfa yfir 4000 manns allan heim og það er ótrúlegt hvað sum tækin þetta geta gert. Eitt af merkilegustu tækjunum finnst mér vera laxavinnsluvélin okkar sem heitir ITM og er svona sérhæfður róbot sem snýst það að snirta laxaflök og tekur raun og veru fituna af þeim. Það er myndgreining, litamyndgreining sem sér raun og veru lax eins og allir vita er bleikur og fitan er hvít og myndgreiningin greinir þær hvítu partana sem eru á hliðunum á laxaflakinu og síðan sker hún nákvæmlega eftir myndinni fituna í burtu. Þetta hér er svokallaður suðuróbóti, vélmenni, og ég er í alvörinni gríðarlega spenntur að fá aðeins að prófa hann og sjá hvað hann getur gert. Venjulega er þessi róbót notaður til þess að sjóða saman, en núna ætlum við að breyta örlítið til. Hvað ætlum við að gera? Við fá okkur nammi. Við ætlum að fá okkur nammi. Hvernig líst þér við það? Mér líst mjög vel á það. Hvað gerum við þá? Þá ítum við pakka hérna og látum að skammta fyrir okkur nammi. Sjáum hvað gerist. Ég tek það fram að auðvitað bustu við tennurnar að nammi átinu loknu. Róbótinn veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Og sjáu þið. Það tókst. Hér sjáu þið sérstakt öryggishlið vegna þess að þetta getur verið hættulegt og maður þarf að fara varlega. Þannig að leið og hann er búinn að skammta namminu, þá getum við farið. Ef við myndum fara og meðan hann var í gangi, þá myndum hann slökkva á sér leið. En nú er hann búinn að skammta, nú skulum við fá okkur smá nammi. Getum við alveg farið? Já, það var glæsilegt. Gjörðu vel. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Þetta fyrirtæki byrjaði í Háskóla Íslands. Hugmyndurinn úr þar með að nota rafeindatækni til þess að skrásetja gögn úr vogum raun og veru. Og úr því verður til fyrirtæki árið 1983 sem síðan þróast yfir það að vera það sem við erum komið í dag, 30 ára síðan. Það raun og veru tækninýjungar sem gerðu það kleift að skrásetja gögnin sem kemur á voginn. Þú setur eitthvað á vogina og það kemur eitthvað vikt á stykkið og þá gat voginn skrásett raun og veru þessa vikt og geymt hana. Og síðan seinna meir þróast þetta yfir því að búa til sjóvog sem leiðrétti fyrir sjóganginn á skipinu. Þannig að viktin sýndi alltaf rétta vikt. Það flökti ekki með
skipinu. Þá má til gamans geta þess að Marel hefur staðið við bakið á Ævari vísindamanni frá upphafi. Við þökkum kærlega fyrir okkur.